Komiði sæl. Steina heiti ég hjá fasteignasölunni Novus Habitat á Spáni. Verið velkomin á fyrsta vefnámskeið sinnar tegundar sem að haldið hefur verið kaupferlið hér í sólinni. Ég sjálf hef verið búsett hér í 22 ár og hér er dásamlegt að búa. Ég þarf ekki að fara mikið út í hvað varðar veðrið, en hér er auðvitað verðlag allt annað og útivistarmöguleikar allt árið kring, markaðir og menning og birtan og allt þetta. Ég þarf nú ekki að tala það að hér er hægt að spila golf allt árið kring. Mér skilst að golfíþróttin sé orðin með vinsælla sporti á skerinu og hér úti er að sjálfsögðu mikið úrval af golfvöllum. Við ætlum að fara hér yfir í þessum fyrirlestri mikilvæg atriði sem snúa að kaupferlinu og ýmislegt annað sem gott er að vita áður en farið af stað í að kaupa sér fasteign á Spáni. Við erum sérfræðingar í nýbyggingum við Costa Blanca og Costa Cálida og Costa del Sol og Tenerife. Það er ákveðin ástæða fyrir því að við einblínum á nýbyggingar þegar við erum að bjóða fólki að koma út og skoða með okkur. Það er þetta fyrst og fremst það að byggingarreglugerðir hér úti hafa breyst. Árið 2013 að þá voru Spánverjar skikkaðir til þess að byggja samkvæmt evrópskum stöðlum sem þýðir það að einangrunin er gríðarlega góð í dag. Þeir eru skikkaðir til að skila B+ orkuvottun á eignirnar og auðvitað hefur orðið gríðarleg breyting líka í hönnun á húsum og íbúðum. Þegar ég keypti hér mitt fyrsta hús á Spáni árið 2004 þá voru gluggar hér mjög litlir og helst mátti engin sól komast inn, gangar langir og þröngir í íbúðunum og svo framvegis. En í dag er þetta allt öðruvísi og ef þið skoðið myndir á vefsíðunni hjá okkur þá sjáum við að eignirnar eru í dag allar bjartar og rúmgóðar og mikil áhersla lögð á að tengja saman útisvæði og innisvæði vegna þess að við erum auðvitað mikið úti við hér allan ársins hring. Það sem skiptir líka máli í þessu er að þegar fólk kaupir nýtt hús, nýja íbúð eða nýtt hús hér úti, að þá gengur fólk að skyldutryggingu byggingaraðila sem að spanna 10 ár. Það er ákveðið öryggi í þessu og við mælum með því að sjálfsögðu líka. Það er ákveðin praktísk atriði sem gott er að vita áður en farið af stað. Hér á Spáni er 10% söluskattur á allar íbúðir og öll hús og að auki kemur auðvitað ákveðin kostnaður. Það þarf að þinglýsa, stimpla og skrá. Það þarf að ráða sér lögmann og endurskoðanda og í heildina má áætla 14–15% ofan á kaupverð eignarinnar. Þegar þið komið út til mín að skoða og við finnum réttu eignina á rétta staðnum og draumarnir fara að rætast, að þá þurfum við að festa hana með staðfestingargjaldi sem er yfirleitt í dag 10.000 evrur, stundum 6.000. Mánuði seinna er síðan samningurinn klár og þá er yfirleitt greiðsla 40% og restin síðan við afsal og afhendingu. Það er mikilvægt að fólk viti að í dag hefur orðið önnur breyting á fasteignaviðskiptum hér úti. Núna verða þeir að gefa út bankaábyrgðir á þessar greiðslur sem framkvæmdar á byggingatímanum. Þannig að fólk er ekki að taka mikla áhættu með þetta fé. Það er ákveðin öryggistilfinning sem fylgir því að sjálfsögðu. Ef að fólk hyggst taka veðlán hér úti, að þá er hægt að sækja að hámarki rúm 70% af kaupverði eða verðmati á eigninni. Það sem þarf að hafa í huga hér er að þetta lán er afgreitt í lokin á afsalsdegi og kaupendur fara í greiðslumat og það eru gerðar strangar kröfur að allir kaupendur standist það greiðslumat. Mikilvægt fyrir okkur Íslendinga að gera okkur grein fyrir því að það er miðað við að lánin séu greidd upp við 75 ára aldur og yfirleitt er þetta að hámarki, lánstíminn að hámarki til 25 ára. Afsakið mig aðeins, það er greinilega, tölvan er að vera batterislaus þannig ég þarf að fá tæknimanninn til að stinga henni í samband.
svo við dettum ekki út hérna. Hann bjargar okkur, en við höldum áfram á meðan. Tæknilegir örðugleikar, gaman að þessu. Verðlistar á nýjum eignum, framboð og eftirspurn. Ég nú að tala þetta vegna þess að fólk ofta að skoða margar ólíkar síður hjá fasteignasölum hérna úti og rekst stundum á ólík verð á sama kjarnanum. Listaverðin hjá byggingaraðilum eru hin sömu fyrir alla og verði getur breyst frá degi til dags, sér í lagi þegar mikið selst og oft fara ódýrari eignir í kjörnunum fyrr en aðrar og það þýðir að verð frá á vefsíðum getur breyst frá degi til dags og stundum er ekki vel uppfært eða tekur sinn tíma sem uppfæra einu sinni í mánuði jafnvel og þar að leiðandi getur orðið munur á eignum á kjörnunum frá einni vefsíðu til annarar. En leið og eignin hefur verið fest þá búið að festa kaupverðið sem þetta mikilvægt að vita. Mögulega verður sama íbúð í næsta fasa í kjarnanum dýrari þegar sá fasi kemur á sölu. Hvað gerist þegar við erum búin að festa draumaeignina? Það þarf auðvitað að fara í nótari og gefa lögmanni og endurskoðanda umboð til þess að sækja kennitölu, opna bankareikning og skrifa undir afsal og þar fram til götunum. Við getum auðvitað líka samið næstu greiðslur við byggingaraðilana. Það alltaf hægt að hliðra eitthvað til ef að fólk þarf á því að halda og ég lóðs ykkur í gegnum allt þetta ferli, við förum saman í notari og þar túlka ég og við förum í gegnum það sem að lögmaðurinn þarf að taka að sér fyrir ykkar hönd. Þegar tæknimaðurinn minn hérna fyrir aftan mig að stinga mér í samband hreinlega. Kostnaður við lögmannsþjónustu innifalinn í þessum 14–15% sem ég nefndi hér áðan. Það er gott að hafa þetta í huga. Kostnaður við rekstur þegar búið að fara í afsal. Ef fólk kaupir sér íbúð þá alltaf húsfélagskostnaður ef að sameign í kjarnanum sem yfirleitt sundlaugarsvæði og annað slíkt og þá greiddur húsfélagskostnaður mánaðarlega. Ef fólk kaupir sér einbýli með sundlaug þá kostnaðurinn fyrst og fremst fólkin í því að fá sundlaugarmann til þess að hugsa laugina og jafnvel hugsa garðinn í leiðinni. Fasteignagjöld þarf að greiða einu sinni á ári. Ég slumpa hérna á tölur þannig að við fáum smá hugmynd. 200 til 800 evrur á ári í fasteignagjöld, þá á ég við litla íbúð 200 evrur og meðal einbýli 800 evrur á ári, cirka bát. Fólk þarf síðan að skila skattskýrslu, fasteignaskattsskýrslu og hjón gera sigfóra skýrsluna 50% og 50%, 150 til 400 evrur á mann á ári og aftur 150 fyrir litla íbúð og 400 fyrir svona meðal einbýli. Það ákveðin þumalputtaregla í þessu sem gott að muna. 1% af kaupverðinu á að duga fólki í rekstrarkostnað á ársgrundvelli. Þá erum við að tala skattana, fasteignagjöldin, tryggingar af eigninni, fastakostnað af vatni og rafmagni og þessi húsfélagsgjöld. Hvernig finnum við réttu eignina? Það eru 2 leiðir hjá okkur, hjá Novus Habitat, til þess að finna réttu eignina fyrir ykkur og með ykkur. Það skoðunarferð eða það sem við köllum heimsókn og þá átt við að þið bókið bara 1 dag eða fleiri daga með mér eða með okkur hjá Novus til þess að skoða fasteignir á meðan við eruð í frí hérna úti eða að spila golf eða hvernig sem það þá hægt að bóka tíma og við sækjum ykkur og skipuleggjum fyrir ykkur út í takt við verð, þak og aðrar óskir í þessu. Skoðunarferðirnar, ég mæli alltaf með að fólk eyði smá púðri í þetta stórt verkefni og hreinlega bóki skoðunarferð. Það þarf að eyða tíma í þetta, bæði að skoða hér svæðin og spjalla saman og kynnast hér aðeins menningu og hvað svæðin hafa upp á að bjóða.
Og til þess að gera þetta vel að þá skynsamlegt að bóka skoðunarferð. Hún getur tekið 34 daga, jafnvel eina viku ef að fólk vill og það fer þannig fram að flug bókað í samráði við okkur. Við sækjum ykkur á flugvöllinn, erum búin að bóka gistingu fyrir ykkur, búin að skipuleggja rúntinn svæðin og eignirnar í samræmi við óskir og verðþak og annað slíkt. Og ef tekin ákvörðun í ferðinni þá förum við í þetta ferli sem ég fór yfir hér áðan og við höfum síðan umsjón með öllu þessu ferli, sendum ykkur myndir og erum í beinum tengslum við byggingaraðilann og þegar búið að afhenda eða fyrir afhendingu að þá þjónustum við fólkið okkar við möblukaup og annað slíkt, hvað sem að hugurinn girnist og fólki finnst að þurfa að festa kaup á fyrir nýju eignina. Við hjálpum ykkur alla leið og í svona skoðunarferð, ef að fólk festir eign í þessari skoðunarferð, að þá greiðum við hluta ferðakostnaðar til baka. Að velja réttu þjónustuna, ég búin að tala það hérna fyrir í þessum blessaða fyrirlestri, að það eru fleiri fasteignasölur en Novus Habitat að selja Íslendingum fasteignir á Spáni. Auðvitað viljum við vekja athygli á okkur og af hverju ættu þið að velja Novus Habitat. Ég segi nú yfirleitt á þessum fyrirlesturum mínum að fólk eigi að velja sér einn þjónustuaðila. Ekki ef að planið að vera hér í viku, að þá óþarfi að bóka tíma með 3-4 fasteignasölum til að skoða fasteignir. Við erum öll með það sama þegar kemur að nýbyggingum og það tímaeyðsla fyrir báða aðila að vera að hendast út og suður allar koppagrundir með einum aðila einn daginn og öðrum aðila seinni daginn. Það tímaeyðsla. Við erum öll með það sama og það ágætt að leggja af stað með þetta verkefni með því að finna aðila sem fólk telur sig geta treyst í þessum viðskiptum. Af hverju Novus Habitat? Við erum spænskt fyrirtæki í eigu Íslendinga og leggjum okkur fram að veita fyrsta flokks þjónustu á íslensku af spænskumælandi aðila. Við erum með góða umgjörð, við erum með skrifstofu og starfsfólk sem sinnir eftirsölu, við þeim tengsl við þjónustaaðila, framúrskarandi sambönd við byggingaraðila alla strandlengjuna og áralanga reynslu af fasteignamarkaði og fagmennsku. Ég kom hérna inn á áðan, ég sjálf búin að búa hér í 22 ár og hef unnið nánast eingöngu við fasteignasölu síðan ég lenti hér 2004, reyndar smá kreppulhlé sem kom á þeim vettvangi en við erum samanlagt hér í fyrirtækinu með gríðarlega reynslu sem mikilvægt í þessu. Við erum líka lausnamiðað fyrirtæki. Það getur alltaf eitthvað komið upp á og þá nauðsynlegt að vera með teymi á bakvið sig sem að leitar lausna og gefst ekki upp áður en fyrir en að lausnin fundin. Síðasti punkturinn hér á glærunni hjá mér snýr að því sem að margir spurðu sig að hér fyrir einhverjum árum síðan af hverju þarf fasteignasala á Spáni ekki löggildingu. Þetta hefur breyst. Við þurfum núna að ganga í gegnum þetta nám og fá þessa löggildingu í Valencia héraði og erum búin að mennta okkur í þessu og komin með hinn svokallaða API-stimpil sem mikilvægur í þessum bransa. Af hverju að kaupa fasteign á Spáni? Þetta skemmtilegasta spurningin. Það auðvitað eins og ég sagði hér í upphafi gríðarleg lífsgæði sem að fylgja því að geta stytt skammdegið á skyrinu með því að koma hér út yfir vetrartíman, haust og vor. Flestir vilja ekkert mikið vera að koma yfir sumartíman, það allt of heitt, segja margir. En það gríðarleg lífsgæði fólkin í því að geta komið hér út, sinnt áhugamálum og notið þess að vera hér í birtu og yl og ég tala nú ekki mataræði hér við Miðjarðarhafið, eitt af því besta í heimi og útivistarmöguleikarnir óþrjótandi. Þetta allt lífsgæði í dag og ég hér enn og vil endilega þjónusta ykkur ef þið hafið áhuga á að festa kaup á fasteign hér í sólinni. Nú, við verðum með einkafundi 25. og 27. apríl á Íslandi.
Þannig að mig langaði bara að koma því að senda mér skilaboð, okkur skilaboð, ef þið viljið bóka ykkur á þá fundi. En að öðru leyti að þá ég, já, eiginlega búin með þennan fyrirlestur og langar að heyra í ykkur ef þið eruð með einhverjar spurningar, endilega sendið á okkur og við reynum að svara þeim eftir besta megni. Engar spurningar. Þetta er náttúrulega svo gríðarlega góður fyrirlestur hjá mér, það er engin von að vakna engar spurningar. Ég held ég hafi farið yfir allt frá A til Ö. Nú er bara að bóka flug til Spánar. Já, það er ein spurning komin. Sæl Berglind. Við erum ekki eingöngu með nýbyggingar. Við leggjum mikla áherslu á nýbyggingar en við erum líka með endursölu og miðum þá reynum að miða við eftir fremsta megni að þær séu allavega byggðar eftir 2013. Það þýðir að það er góð einangrun í þeim og já, það sem ég fór yfir hérna áðan. Þannig við erum líka með eldri eignir og í samstarfi við stórt net fasteignasala líka ef að fólk leita sér að eldri eign. Fleiri spurningar? Þórarinn, hvaða gögn þurfum við að hafa fyrir bankann til þess að fá lán samþykkt og hversu langt aftur í tímann? Góð spurning. Afsakið, ég er nú með lista yfir þetta, en þetta er í það heila, eru þetta auðvitað skattskýrslur og launaseðlar. Launaseðlar 3 til 6 mánuði aftur í tímann og þarna er líka kreditinfo sem kallað er sem þarf að sýna og yfirlit á bankareikningum þannig að sjáist þar flæði innkomu og lánagreiðslna. Ef að fólk er með veðlán heima líka að þá þarf síðasta greiðsluseðil af því veðláni líka. Það er tekið með í greiðslumatið. Að öðru leyti, ef að Þórarinn, þú vilt fá lista yfir þetta þá endilega senda okkur skilaboð og ég skal senda þér lestur yfir allar þessar reglur. Ef við kaupum með börnunum og börnin eiga ekki fasteign verður það dregið niður í matinu. Greiðslumatinu og ég vona og þú meinir Halldóra. Nei, þetta fer náttúrulega eftir því hversu miklar tekjur eru fyrir hvern og einn sem er að kaupa og er inn í kaupunum. Það eru fleiri spurningar hérna, við erum svona að reyna að taka þær sem að kannski skipta mestu máli. Þegar maður kaupir fyrst litla eign en vill svo kannski eftir 2-3 ár stækka við sig. Já, það er alltaf sami kostnaður og við fyrstu kaup. Það er alltaf þessi söluskattur og alltaf þessi þinglýsingakostnaður og stimpilgjöld sem fylgja. Já, við erum með fasteignir á Tenerife, Hjalti. Hvaða vextir eru í boði? Þeir eru í kringum 4% í dag. Fleiri spurningar, það koma hér inn margar spurningar við svona, já. Erfðaskrá, er það betra? Já, engin spurning. Við mælum alltaf með því að fólk gerir erfðaskrá hér úti og endurskoðendur og lögmenn leggja það til þegar búið er að fara í afsal að það sé gert. Það er, já, þegar erfðaskrá er gert hér úti þá er hún orðið þinglýst gagn. Það er mikilvægt að slíkt sé gert. Fleiri spurningar? Endilega haldið áfram að spyrja. Þórarinn með aðra spurningu, settu þessa upp. Nú borgar maður þennan skatt við kaup, eru skattar líka þegar maður selur. Það er ekki skattar þegar maður selur nema þú hagnist af sölunni, Þórarinn, og þá er þetta svipað á heima, það er skattur af hagnaði, 19% skattur. Það er reyndar formúlur yfir þetta sem að miðast við
með verðmat á eigninni og annað slíkt. En það sem þú borgar þegar þú selur kannski fyrst og fremst sölulaun til fasteignasalans og svo skattur af hagnaði ef þú hagnast af sölunni. Ef ég sé sjálf eign sem auglýst til sölu, já, það fer nú eftir því, Fríður, hvort að ég get verið í samstarfi við þá fasteignasölu. Ég legg yfirleitt til við fólk ef að það er að skoða eignir til sölu, kannski sérstaklega endursölu, að senda mér endilega linkinn og við erum hérna úti, vinnum yfirleitt öll saman í einu teymi, þannig að það er alltaf hægt að skoða þau mál og ég get þá haft samband við viðkomandi fasteignasölu og við unnið saman í málinu. Íslenskt fyrirtæki, Erla, getur keypt eign hérna úti með þeim skilyrðum, það er háð þeim skilyrðum allavega í dag að þetta fyrirtæki þurfi ekki lán hérna úti. Ef að fyrirtæki getur staðgreitt eignina þá er það ekkert mál. Við förum í það ferli að sækja spænska kennitölu fyrir fyrirtækið og lósum ykkur í gegnum það. Ferlið í sjálfu sér eins fyrir einstaklinga og fyrirtæki nema bara við þurfum að lósa ykkur á annan hátt í gegnum ferlið, Díana. Það er ákveðnir hlutir sem þurfa að gerast áður en fyrirtæki getur keypt fasteign, en við hjálpum ykkur við það. Hver eru sölulaun okkar? Sko, við erum með samninga við alla byggingaraðila hér úti og þeir greiða okkur sölulaun þegar við seljum fyrir þá, engar áhyggjur af því. Endilega, haldið áfram að spyrja. Auðveldara að kaupa ef maður er með fyrirtæki? Nei, það er ekkert auðveldara að kaupa ef maður er með fyrirtæki. Það er bara jafn auðvelt, það er gott báðum megin, það er bæði betra. Mér sýnast ekki vera fleiri spurningar, það er síðasti séns. Ég held að séum búin að fara yfir mikilvæga punkta hérna, þetta með erfðaskrána, þetta með fyrirtækin. Kostnaður við útbúa kennitölu, já það kostar að útbúa, það þarf að sækja hana og það er ákveðinn kostnaður, ekki mikill kostnaður en það er hluti af því sem að greitt til lögmannsins að fara og sækja þessa kennitölu fyrir viðkomandi. Á mörgum stöðum á Tenerife, já, við getum þjónustað víðsvegar en Tenerife. Við erum náttúrulega aðallega niður við þar sem Íslendingar sækja mikið í Adeje ströndina. Við erum sem sagt með aðila út á Tenerife sem að hjálpa Íslendingum að finna réttu eignina á rétta svæðinu. Síðasta spurningin, hjálpið þið okkur með kennitölu? Já, við getum í sjálfu sér sett fólk í samband við lögmenn og endurskoðandi sem geta sótt kennitölu fyrir ykkur. Það er ekkert vandamáli. Auðvitað viljum við samt fá okkur út og fá að lósa ykkur gegnum allt ferlið og fá að finna eignina með ykkur. En ykkur er sjálfsagt að senda okkur skilaboð hvaða spurningar sem kunna að bætast við. Mig langar til þess að minna aftur á einkafundina. Þeir verða 25. og 27. apríl í Reykjavík. Endilega skráið ykkur, sendið okkur skeyti og bókið ykkur og ég hlakka til að sjá okkur öll á næsta vefnámskeiði. Það verður spennandi. Fylgist þið með á Novus Habitat. Takk fyrir mig og verið þið bless.